Hæ, mér langar svo að sýna ykkur hvernig við getum nota þessi gel tips frá Crystallers sem eru nýbúin að koma og fyrst og fremst þá þurfum við að undirbúa náttúrulega nöglunni og við erum að nota einhvers konar svona naglabanda ítari til að íta naglaböndin frá, svo þurfum við að preppa náttúrulega nöglunni. Það er hægt að nota 150 grit zebra þjöl til að taka glansinn af náttúrulega nöglunni og passi ykkur að því sjá fjarlæga allt glans áður eitthvað efni verður sett á nögluna. Næsta skref væri svo að fjarlæga allt ryk sem hafi komið frá þjálfinnunni. Svo þurfum við alltaf að nota sprayprep og við sprayum þá á alla neglur, afturlega ef að fyrir á fingurinn líka. Og þegar sprayprepið er búin að þorna, þá megum við bera mjög þunnt lag af acid free primer á alla neglur. Núna þurfum við að finna rétta stærð af tipsunum sem við ætlum að nota. Og til þess að líma þessi tips þá þurfum við gel tip glue frá Crystallers. Þetta er miklu stífara gel og heldur gel tipsunum á réttum stað á meðan manneskjan fer með hendunar í lampa. Þegar við erum að velja tipsa þá þurfum við að tryggja að tipsin passi frá hlið til hlið. Og til að festa þessi tips þá þurfum við mjög lítið magn á þessu tips glue. Það er mjög sniðugt að undirbúa allar neglur og finna öll tips sem þið þurfið til að gera heilt naglasett. Við þurfum að nota base gel undir þessi gel tips og ég mæli með Compact Base í mjög þunnt lag og þessi base gel fer inn í lampa í 60 sekúndur. Næsta skref er að setja gel tipsana ofan á nöglunum. Við leggjum tipsin á náttúrulega nögluna, aðeins að skila smá bíl frá naglaböndunum í 45 gráður og svo byrjum við að þrýsta niður þar til efnin er komið fram yfir náttúrulega nögluna. Ef þið eru búin að setja tipsin skakt eða aðeins svo langt frá naglaböndunum, ekki vera hrætt að laga hans til. Svo þurfum við að skoða hvort efni hafi farið alla leið í hlíðunum, ef ekki þá þurfum við að þrýsta aðeins á tipsin. Ef allt lítur vel út þá setjum við hendina í lampa í 60 sekúndur. Þegar við erum búin að setja á alla 10 neglur, þá notum við cleanser pad til að taka klistrið í kringu naglabönd. Og næst þurfum við að taka glansinn af tipsunum með buffer. Við þurfum að fjarlæga allt ryk af þessi nögl og eftir það þá getum við valið okkur lit og svo sett topcoat yfir. Með þessari tækni þá getum við búið til mjög fallega neglur á mjög stuttan tíma.